Komið sæl aftur. Það iðar mannlífi og ekki síst viðskiptalífið í flugstöð Leifs Eiríkssonar, meðal annars í rammagerðinni. Gamal grófin verslun og við kíktum þangað. Eitt elsta fyrirtækið í flugstöð Leifs Eiríkssonar rammagerðin sem rekur sögu sína þar til ársins 1970. Verslunin afar vinsæl bæði meðal útlendinga og Íslendinga en hún opnaði ásamt 66 norðurverslun í flugstöðinni í sumar í nýju 440 fermetra rými. Frá árinu 2012 hafa verslunarfermetra þeirra tvöfaldast. Áherslan og hefur alltaf verið íslenskt handverk og íslensk hönnun og afurðir frá Íslendingum allstaðar af landinu og reyndar með talsverða áherslu á kannski handverk hér af svæðinu í kringum flugstöðuna. Vöruvalið alveg gríðarlega breytt. Við erum að selja lyklakippur og það og allt upp í peysur og teppi sem þá stærri hlutirnir og gærurnar og allt þetta. Og breiddin það voðalega mikil en það sem að kannski höfumáli skiptir að sú gróska sem hefur átt sér stað á undanförnum, við skulum segja bara árum, að bæði var það aðeins byrjað áður en að þessi mikla aukning í ferðamennskunni hélt innreið sína, en einnig eftir að bara á undanförnum 3-4 árum, þegar aukningin allt upp í 20% á ársgrundvelli varðandi brottfararfarþega í gegnum flugstöðina, þá gefast tækifæri og tækifærin kalla á aukin tækifæri fyrir bílskúrshandverksmannin og tálgaran sem að nær hagræðingu inn í sín störf, nær örlitlu kapitalinn í sinn eigin rekstur til þess að merkja sína vöru betur, pakka henni betur og gera hana betri svona markaðsvöru. Það sem þið sjáið í rammagerðinni eða eins og við köllum hana hér upp á flugstöð til þess að höfða betur til útlendingana, það Iceland Gift Store. Það sem þið sjáið í henni svona vara sem að útlendingar, eða það að segja ferðamenn, íslenskir og erlendir eru spenntir fyrir. Við erum búin að, við svona merkjum það hvað interessan liggur eða áhugin liggur. Við sjáum og mælum á hverjum einasta degi, hverju einastu viku, hverjum einasta mánuði. Það sem að fólk vill taka með sér, a piece of Iceland eins og þau segja svo mikið, svona eitthvað sem að skilur eftir sig. Þetta hefur greinilega verið mikið stökk út af því að það búið svo mikil aukning af ferðamönnum á undanförnum árum. Það hefur þurft að vera nóg til. Hvað vilja þeir svona helst? Þú nefnir lopan og lyklakipur. Vilja þeir sjá íslenskan fánan á þessu? Nei, það finnst mér alls ekki. En þeir eru náttúrulega mjög áhugasamir þessa íslensku tengingu, hún verður að vera einhver. Og það líka rosalega mikilvægt í okkar huga að vera pínu ekta án þess að vera með helgislepju. Að ekta þá ég að meina að það tenging við íslenska menningu, íslenska arfleifð, íslenskt handverksfólk og eða eitthvað í þessum þjóðsögurnar okkar, menningun okkar, það þetta þjóðsögurnar þar með. Og ég held að það sé engin vara hér inni sem ekki hægt að finna ríka tengingu, en það sannarlega ekki allt framleitt hér, því það ekki hægt að kaupa, það ekki allt timbur sem fæst á Íslandi en ullin okkar sérstæða hérna í rammagerðinu hefur alltaf verið, af því að við rekjum okkar sögu sem fyrirtækið var stofnað 1940 og það hefur alltaf verið gríðarlega áhersla á notkun á blessaðri gærunni og ullarafurðunum og hér á árum áður þá voru tískusýningar unnar í samstarfi við Álafoss og það voru catwalk sýningar á vegum rammagerðarinnar á öllum hótelum, helstu betri hótelum landsins og við erum svolítið að halda í það allt eða kannski dustað í rykið líka og halda því til haga að þarna sé rík og mikil saga og við megum aldrei gleyma henni. Og viðskiptavinurinn, hann spenntur fyrir íslensku ullinni og það misjafnt á milli þjóðarinnar og jafnvel Íslendingarnir sjálfsögðu að kaupa. Maður sér mjög marga Íslendinga í lopapeysu. Já, auðvitað tengist innkaup Íslendinga hérna hjá okkur auðvitað svolítið líka því að við erum með lægra verð. Það munar þarna hlutfalli vegna virðisaukaskattarins
og þá náttúrulega ekki síst við 66 gráðu norðurvöruna en sum vara sem við erum að selja eins og bara íslensku ullarteppin, þetta bara klassísk gjafavara sem fólk tekur með sér út í heim og gefur börnunum sínum og barnabörnum sem það að heimsækja og vinum og kunningum og að fara í brúðkaup, þetta bara vinnan okkar og verkefni okkar. Nú við erum að okkur vexa eins ferskunum hrygg varðandi svona keramikið og eftir því sem að fleiri eru tilbúnir til þess að pröfa að setja vörunum sína hérna og gefast fleiri tækifæri og verður meiri breidd í því og meiri tækifæri fyrir Íslendinga að taka eitthvað með sér en ef við tölum útlendingin og að því vorst það nefnilega þá lopapeysan alveg ofsalega sterkur sölu hlutur hjá okkur og við seljum gríðarlega mikið magna lopapeysum og erum stolt af því að og svona ýmsum öðrum lopaafurðum eins og bara vettlingum og húfur eru náttúrulega bara, þær fljúga alveg látlaust út í heim og húfurnar, en lopapeysan og það líka svona athyglisvert að sjá. Nú ýmiss konar eins og bólir og svona sem eru með merkingu sem tengjast Íslandi. Það nú frægur Eyjafjallajökulsbólurinn, við erum sjálfsögðu með hann og erum þar að leiðandi náttúrulega skipta við birgja sem hafa slegið svolítið í gegn með skemmtilegar hugmyndir. Hvernig gengur ykkur að tengja ykkur við hönnuðina, þá sem að gera þessa vöru? Þið sífellt að skoða nýtt og hvernig fer þetta allt fram? Fólk búið að átta sig á að það eru tækifæri með ferðamannastraumnum, auknum ferðamannastraumi, þá bara, það eitthvað, og ég heyrði nú viðtal við þig, Lovísa, þú veist, algengt símtal sko. Hefur þú áhuga á að skoða þetta og þetta og þetta gengur bara svona nokkuð náttúrulega fyrir sig, en vissulega spila ég líka svolítið progressívan leik að því leytinu til að ég hringi auðvitað í suma og segi þegar ég sé eitthvað skemmtilegt, ég fylgist náttúrulega með og mínar samstarfskonur öllum handverkshátíðunum sem eru og þá hef ég náttúrulega við fyrst og fremst handverk og hönnun í Ráðhúsinu og handverkshátíðina á Akureyri, Hrafnagili og þangað förum við náttúrulega fylgtu liði og fylgjumst með hvað við erum að gera land allt. Við erum alltaf með loftnetið uppi. 25 mann starfa að jafnaði í rammagerðinni á 66 norður og langflestir koma frá Suðurnesjum eins og víðar í flugstöðinni. Starfað á vöktum enda vinnutíminn langur og það ekki fréttir lengur þegar maður segir frá því að það hafi verið sprenging í sumar. Jú, það búið að vera mjög mikið að gera í flugstöðinni í sumar. Og það líka búið að vera mjög mikið að gera í verslunum á Akureyri og líka í báðum búðunum í Reykjavík. Og úr rammagerðar hlutanum í versluninni förum við yfir í þann part sem að selur hérna vinsælu vöru 66 norður, Lovísa. Þetta náttúrulega eitthvað sem að Íslendingar þekkja mjög vel. Já, hér í flugstöðinni sem sé fyrirtækið Miðnesheiði, rekstraraðilinn og Miðnesheiði skiptist upp í þessar tvær verslanir, rammagerðina sem við vorum að koma úr og svo 66 gráðu norður. Og í sumarbyrjun þá opnuðum við þessar tvær verslanir í gríðarlega miklu stærra rými heldur en verið hefur og þar með getum við og gátum sýnt mjög breiða vörulínu 66 gráðu norður sem við höfðum ekki geta gert, gríðarlega mikil tækifæri fyrir ferðalanga að koma hér við og geta verið nokkuð öruggur það að fá allra nýjasta í 66 gráðu norður vörumerkinu. Þetta vara sem að útlendingarnir vilja fá líka? Gríðarlega mikið vöxtur í sölu til útlendinga, bæði í öllum verslunum 66 gráðu norður inn í landi eins og við segjum nú hér og hér hjá okkur, það alveg gríðarlega vöxtur, enda hefur átt sér stað gríðarlega vöru þróun og talandi íslenska hönnun, þá hér á ferðinni hver einasta flík íslensk hönnun og ber hróður íslenskrar hönnunar allan heim þegar menn grípa með sér flíkurnar sem hér eru staddar eins og þið sjáið og þú sérð hér bak. Þetta á vel við hérna með lopapeysunum hérna undir sama þaki? Algjörlega, við skiptum búðunum mjög afgírandi upp af því að þetta svona konceptpælingar eins og gengur að gerast í verslunarrekstri. 66 gráðu norður verslunin öðruvísi uppbyggð, hún hönnunin í henni ber merki þess að fyrirtækið á rætur að rekja í sjávarútvegi og við sjáum hér snyrti
borðin þau eru eins og í snyrtingunni í frystihúsunum og veðramerkin hér á bakvið í veggnum eru táknum íslenska veðrið sem við erum að 66. norður að verja okkur fyrir og svo framvegis meðan að rafmagnsgerðarmegin allt í örlítið mýkri þar sem áherslan svolítið á kindina og ullarstólarnir og mýkri línur sko og bara öðruvísi pæling eins og maður segir.